Já. Ég held það held ég hræddur það. Það föstudagskaffi sem hafið göngu sína hérna. Damn, brother. 15. september og veistu hvað er merkilegt Yngvi við þann dag? Það eru fiskveiði áramót. Þau eru fyrsta sept, nýtt fiskveiði. Já, vissulega það. En í dag er síðasti dagur til að ganga frá síðast ári. Þetta er í rauninni að ég kalla, já takk, þetta er að ég kalla hérna 13. Já, þetta er í rauninni 13. Í raun áramótunum er að ljúka, já, samt eiginlega gamlárs. Þetta er svona hybrid. Já, ég óskaði til hamingju með það, en svo er annars stórmerkilegt að þetta er afmælisdagur Eiðs Smára Guðjónsson, besta fótboltamanns í sögu Íslands. Já. 45 ára kallinn í dag. Já. Óskum honum til hamingju. Hann lét nú nokkur miður falleg orð, fallaði mig síðast í hittan. Ég ætla ekki óskum til hamingju með daginn. Ég óskaði til óhamingju með daginn. Ef þú blörrar út það sem ég segi, þá getum við byrta, annars ekki. Nei. Förum ekki til það. Herðu, við erum hérna með Lavazza að sjálfsögðu sem fyrr. Og nú legg ég til að það verði þjóðarátak. Það verði þjóðarátak að fá Lavazza á allar skrifstofu landsins. Já. Ég mun ekki þreytast fyrir en svo er komið. Það er svo ömulegt að vera að fara á fundi það sem er ekki Lavazza. Já, þetta er líka bara Nei, ég segi það nú ekki. Nei, það er hræðilegt. Það er ömulegt. Þú getur byrjað að fundin eitthvað, hei, er það með brúna gullið frá túrin og svona, það er engin stúri frá túrin Já, slá á. Já, og svona, hérna, passa að drekka Lavazza. Það er svo mikið svona kótun sem þú getur byrjað. Þú ætti alltaf að byrja á léttunótunum. Já, brjóti í sig. Svona á chit-chatinu. Getur sterkt í næstu kjaraviðræðum. Já, algjörlega. Erum við ekki öll að passa að drekka Lavazza? Fá í karphúsið, hérna Lavazza, ekki spurning. Herðu, nýr samstarfsaðili, Prepparinn. Já. Þetta er einhver auðveldasta leiðin til að borða holt í dag, ég held það. Já, þetta er alveg snilt. Og þetta er geðveikt náttúrulega fyrir bara iðnaðarmanninn eða fyrirtækja eigendurnar. Geta sett bara í reikning, keypt klippikort. Það er ekkert náttúrulega þreyttara en að láta kvittannar fyrir mat safnast upp milli vikna sko. Já, ég held að það sé töluvert hausverkur hjá mörgum sem eru eftir á í fyrirtækjarekstri. Já, þetta greiður þetta bara allt í einu og málið er dautt sko. Þetta er svona nýji staður iðnaðarmannsins. Já, það er líka hægt að panta. Já, þetta er keto, vegan og allt til alls þarna sko. Já. Þannig að þetta er draumur vegur rétt á því að kaupa mat á fyrirtæki. Það er bara með whaling. Og hvað segirðu? Er það með whaling? Nei, eru ekki með það. Það er nýr. Ég held ekki. Svona nýr megrunarkurs ég er með að geta bara hvalafurðir. Nei, þau eru ekki með það. Bara á þau eru ekki með það hjá prepparnum. En eins og ég segi, þetta er frábærlaust fyrir einyrkja og fyrirtækjaeigendur til að koma og kaupa klippikort. Þakku þeim fyrir. Herðu, svo er það Gummi frá einn kassa og vinnur okkar. Hann er að koma í næsta þátt. Já. Þangað til, þá ætla ég samt að biðja ykkur að auka greiðsluhraðan og skrá ykkur hjá einn kassa. Tekur einhver stund. Og eins og ég sagt, lífið er of stutt til að fá ekki greitt. Já. Tengið þetta við Payday. Já. Og þeir komið inndagi á kröfuna, þá býða innkast og spenntir eftir að hjálpa þær að rauka restina. Já, nákvæmlega. Og við munum heyra meira af því hjá Gumma hérna í næstu viku. Ekki spurning og Payday og þetta líka, þú veist, frábær samtvinning þarna. Já. Á milli reikningakerfis og innheimtu. Sko, málið er, þegar þú ert búin að tunna saman innkast og Payday, þá getur eiginlega bara verið inn og keldun allan daginn. Já. Það er bara, það er alltaf sjálfust í kringu þig. Já, þú sér það. Hendur bara öllum reikningum í áskrift, ef það er ekki borgað og tekur einn kassa við, á meðan ert þú bara að horfa á hennar rauða markað og drekka Lavazza. Einmitt, sko. Shit. Þetta er eiginlega hinn heilaða þrenning, inkasso, keldan og Payday. Já, ferning. Já, þú ert orðin einhvern veginn svona hvað segir maður? Þetta er eins og að sniffa fjörulög á Smára. Já. Hvað gerist þá? Það er bara svona euphoria. Já. Það eru allavegna auki greiðsluhraða og inkasso fáið og búið til reikninga inn á Payday og sjáið markaðina hrynja á keldunni. Við þökkum þessum samstarfsaðilum kella fyrir. Ég spurði geta, verður ekkert eitthvað að fara að milda þessar tölur eitthvað? Nei, fólk þarf bara að fá þetta beint. Bara eins og kaffi sitt. Það þarf að rótstert. Já, þetta er bara ískaldur raunveruleikinn. Blákaldur. Mér líður illa núna, sko, við fengum Snorra í júní. Já. Við þurfum að fara að fá einhvern annan svona peppmann að tala um hvað markaðurinn á inni, sko. Jakobsson, þú veist, þetta er bara hryllingur að vera búin að fylgjast með þessu núna á undanfarið. Já.
Mínir menn í æsi gjörsamlega bara, þú veist, með allt lóðrétt, það bara staðan. Ég verið að loka einhverjum veðkallega, hvað að gerast þetta? Það bara... En núna sko bara hlutabréfaverð hefur ekki verið lægra allavega í ár, sko. Veistu samt hvað besta ráðið hjá þessum mönnum? Það bara, það allt í steik, allt í skít, þú býtur í hnefana þér og þú bara skottast á jómfrúna og þú veist að kýla niður svona 3 bjóra fyrir mat, sko. Já, þú veist, þetta eru þannig aðstæður. Þú veist, við erum núna á leiðinni, bara í hádeginu, á jómfrúna. Kýli fötu. Menn fara að segja, þessi bói í æsir, þetta eitthvað tegund af síld, það þarf bara að geta þetta. Shit. Herðu, en allavegna með markaðin. Og ég flottur, eskfinningur, stend með honum. Með markaðin, já, ég hvet alla sem eiga bréf núna bara að kíkja á jómfrúna. Að sjálfsögðu, fá sér nokkuð smurbrauð og ískaldan bjór. Ástandið hryllingur á mörkuðum, en eins og ég segi, þú veist, og svo líka með Icelandair, hann var að segja upp innan gæsalappa í fraktfluginu hjá þeim, sko. Já, Gunnar. Þú veist, þetta Gunnars áhrifin? Er þetta uppsögn eða er þetta bara komið gott? Þú veist, það náttúrulega búið að vera... Ég veit það ekki. Búið að vera erfiðleikar í fraktfluginu. Kannski komin tími á ferskan haus, ég veit það ekki. Þú kannski rekum máli, var ekki að koma þegar voru að uppfara afkomu tilkynningum að vissulega sem svona EBIT hlutfall félagsins yrði lægra heldur en var búið að gefa út og að hluta til væri á því að fraktin var í vesenni og svo segir hann upp bara sólarring síðar ég raun bara, þú veist, við skipta degi eftir, sko. Og henda á time to say goodbye við hann? Nei, við ætlum ekki að gera Marino fekk það. Já, við ætlum ekki að gera það en við óskum honum að sjálfsögðu velfarnaðar í framtíðinni en hérna, það vonandi að komi maður í mannstað og ná að rífa þetta upp. En já, svona burt sér frá mörkuðum, allt í bál og brand þar, en það var nú fleira í vikunni. Það var svona ágætis fréttavika, það virðist hafa verið, sko, já, þú veist, kannski við höldum aðeins áfram í markaðnum, virðist hafa verið einhver hópuppsagna faraldur hjá skráðum félögum. Já. Í vikunni og þá náttúrulega ekkert annað í stöðunni heldur en að rífa upp gömlu góðu Eflingar-ígildin. Já, segur þetta. Og ég fór í rannsóknarvinnu. Ég fann ekki út úr því, við myndum ekki hvort það hafi verið 40, 56, 52. Ég sé alltaf 56. Nei, en málið ég held við höfum verið að tala um það, en ég fór bara einfallega og leitaði upp hérna fréttirnar frá bara uppsagnar hérna þegar verið að segja upp og þá kom þarna fram í einni grein, þetta voru 1.000.000 greinar, en bara ein grein þá stóð eitthvað öllum starfsmönnum hefur verið sagt upp og telja þau 40. Það var ekki meira. Þannig að Eflingar-ígildi 40. Við verðum að byggja alla afsökunar að hafa farið rátt mál þarna. Já, en núna Kvika að segja upp í vikunni 15 starfsmönnum og það eru 0,38 Eflingar-ígildi. Já, ok. Og í póstinum segist Ármann sem nýr framkvæmdastjóri hérna Kviku og hefur verið vissulega áður og hérna, hann segist að það var nýtt tíman að undanförnum til að kafa ofan í sauman á rekstrinum eins og hann orðar það, í þeim tilgangi að skoða hvar hægt sé að gera betur. Þar segir hann að hægt sé að breyta verklagi til að auka skilvirkni eða hagræða og draga úr kostnaði þar sem við á. Þannig að það ekki ólíklegt og ég heyrði það út undan mér að það væri verið að fara að ráðast í annað og stærra rand á næstunni. Aha, hjá Kviku? Innan herbúða Kviku. Þú ert að breyta það? Í uppsögnum. Shit. Það orðrómur að svo stöddu. Ok. Allavega þegar þetta tekið upp, ég veit ekki hvort að það hafi komið í fréttinda. En hann að ganga hart fram þarna í fyrsta mánuði í stólnum. Það bara maður með ljáin. Já, það virðist vera, en hann tekur enga fanga allavega. Eitur í flösku já, en Kvika náttúrulega ekki eina félagið á markaði sem að stóði uppsögnum. Síldavinnslan hefur núna tilkynnt að stemt sig að því að loka bólfisksvinnslu fyrirtækisins á Seyðisfirði. Það 30. nóvember vissulega, en þar starfa 33 starfsmenn og þau ætla að reka í rauninni 30 af því. Og það eru 0,75 Eflingar-ígildi, þannig að samtals erum við að tala 1,13 Eflingar-ígildi þessa vikuna. Já, svo var þetta náttúrulega blóðugt á markaði núna, maður. En svo kom líka fram með 4 sagt upp hjá Ríkiskaupum. Já, við tökum Ríkið ekki með inn í þessu. Nei. En veitu hvernig, ég mista því. Já, Bjarni var nefnilega, þegar hann búið þessa aðhaldskröfu. Já. Það við stórið raunverulegt núna hafa millistjórnendur eða forstöðumenn innan ríkisins. Við förum nánar í það eftir. Já, ok, en þú veist, en halda áfram samt með það sem þú ætlar að segja með Ríkisköpum. En bara því ég þekki ríkisstarfsmann sem að sagði bara, núna það bara raunverulegt að maður þarf að fara
hugsa bara, ok, við þurfum að fækka fólki. Ég held þetta var ekki hægt. Þetta hefur verið bara paradís undanfarin ár. Já, þannig að það aðeins að breytast. Það sé, að taka, þú veist, að fara til Bahama núna, eða hvernig þetta? Með allar þessar árshátíðir ríkisstofnuna, þetta bara komið gott. Og you had your time, en nú tími, aðhalds. Nú tími aðhalds framöndan. En eins og minnist á, herðu, við verðum að taka auðvitað launþega vikunar. Ég var búinn að velja eitt góðan sem að var heldur hann sé þá með vinnu eftir morgundagina sem skrifaði nú tiltölulega nýlega inn þetta er launþegi vikunar í boði Júsú Burgers. Hólmar Bjarki Bárðarsson og hann sem sagt vinnur fyrir austan hjá Bílum og Vélum EHF. Bílar og vélar. Og hann sagt, ekki komið nóg að því að tilnefna eitthvað skrifstofulið í bili. Hvernig væri að alvöru iðnaðarmaður fengi nafnbótina? Ég vil leggja fram að það verði Hólmar Bjarki Pípari. Þetta er öflugasti píparinn norðan Hellisheiði eystri. Ekki bara því hann vinnur baki brotnu alla daga og stendur sína plikt, þá hann reyndar líka eini píparinn á þessu svæði, svo það er kannski ekki mikil samkeppni. Hvað var hann? Er þetta vopnfinningur eða? Já, það stendur bara fyrir austan. Okay. En það breytir því ekki að hann er öflugur starfskraftur sem á þessa virðulegu nafnbót 100% skilið og mun bera hana stoltur á bringu sér. Áhugavert, Hólmar Bjarki Bárðarsson innilega til hamingju með þetta. Þú hefur hlotið nafnbótina launþegi vikunar. Komið nóg af skrifstofliðinu. Núna er það raunhagkerfið iðnaðarmaðurinn. Hann má ekki gleymast. Hann á inni 2 máltíðir, máltíð fyrir 2 á Júsú Burgers. Hamborgarastað okkar kynslóðar og endilega hafðu samband við pingjan.is og að því sögðu mættur að pípa í bænum. Hreins einhverja pípa. Já, vissulega vantar Júsú fyrir austan. Já, rétt. Við þurfum að koma því í kring. Það er illa síðan við myndum bara að panta þetta fyrir hann og senda honum í posti. Já, það er hægt að skoða það. Senda okkur á pingjan.is. Við skoðum alla möguleika. En herðu, fjárlaga frumvarpið þetta, sennilega það sem bar hæst í vikunni. Já, fyrir utan það reyndar að borgin er likvidata. Perlan í sölu. Það kemur fram að borgin hafi keypt Perlun árið 2013 og snúið rekstri hennar við og gert hann arðbæran. Perlan á að hafa verið í bullandi tapi langt framan af. En borgin er að setja Perlun á sölu og reyndir markaðsaðilar eða svona spekingar eru að tala um 2,5 til 3 miljardar söluvirði. Og núverandi leigutaki er Perlan Norðursins EHF og það kom fram í fréttaflutningi frá Innherja að leiguverð á mánuði væri 20 milljónir króna. Svo ég fór og grenslaðis aðeins fyrir í ársendingi Perlan Norðursins og þá kemur í ljósa að fyrirhuguð leigugreiðsla fyrir árið 2022 voru 169,2 milljónir sem gerir 14,1 milljón á mánuði. En það er mögulegt að Perla Norðursins sé kannski bara með fyrstu hæðina eða eitthvað, ég skal ekki segja, en þú veist, Innherji segir 20 milljónir, samkvæmt ársendingi voru þetta 14,1 milljón. Þannig að allavega ef ykkur langar að leigja Perluna þá er gott að vera með viðskiptahugmynd sem að gefur allavega af sér 14 milljónir á mánuði eða meira. En svo segir allavega í frétt frá samstöðinni. Svo virðist sem meiri Ertu alveg að fara að kvóta það hér? Já, ég er að fara að kvóta það hér. Okay. Því að þetta er dálítið merkilegt. Svo virðist þó sem meiri hlutin í Reykjavík hafi hlaupið á sig því tillagan þarf að fara fyrir borgarstjórn. Ástæðan fyrir þessu er að sósíalistar í Reykjavík kusu gegn því að selja Perluna. Ástæðan fyrir því er meðal annars að með því að selja Perluna þá yrðu borgarbúar að talsverðum tekjum á ári hverju. Borgin fær 20 milljónir króna á hverju mánuði eða 240 milljónir króna á ári í leigutekjur. Ég er samt nokkuð vissum að borgin á þessum tímapunkti þurfi meira á því að halda að greiða niður skuldir heldur en að fá þessar 240 milljónir á ári. Þannig að þetta er áhugaverð framganga þetta hjá sósíalistum að hamla þessum að þetta verður tekið núna fyrir 19. september því að það er ekki innróma. Já, sósíalistarnir eru á móti. Þeir eru á móti þessu maður hefði haldið að það væri eins og í fórgangi að greiða niður þessar skuldir. Ég held að borginni myndi ekkit veita af 3 milljörðum núna. Nei, akkurat. Þannig að það verður bara áhugavert að fylgjast með því en hvað Perlan er samt orðin ógeðslega flott. Já, þetta er safn. Það er komið safn þarna og þetta er í rauninni útsýnispallurinn er geggjaður fyrir túrista.
Það einhvern veginn verst hvað veitingastæðurinn hefur aldrei náða að festa sig í sessi þarna. Það náttúrulega veitingastæður, kaffihús, þú veist, það ísbúð. Það svona gruna með að það geti verið restin, þú veist, ég var að reikna þarna 14,1 miljón, borgin segir, ja, þú veist, þau að segja þarna 20 milljónir. Gosbrunnurinn hættur? Nei, það? Þetta var uppáhalds ísrúndurinn mann sem krakki Já, ég man vel eftir því, sko. Já. Sjá gosbrunnin, sko. Ég man nú bara eftir að sé þið pissa það núni. Já, ég mitt. Þú leist bara á þetta sem eitthvað almenningssalefni. Já, bara eins og ljósmynd í minninguðinni. Já. Nei. Hvernig skeggjaðar 8 ára krakki hérna, þetta ís og mýga. Ég vona borgarinnar vegna að sósíalistar fái ekki sínu framgengt hér, heldur bara liquidate strax. Og lækki stórt move. Skuldahlutfallið. Djúðlega stórt move. Og Kópavogs bara myndi kaupa Perluna. Já, það væri alvöru acquisition. Já, þú veist, myndi það að þú veist, hvernig virkar það? Mættu þau það? Andri bara mætir á yfirdrætti, vel gýraður og Kópavogs bara á Perluna. Það væri rosalegt. En nei, vondi selja þetta á þetta verða einhver svona almennlegu. Þetta orðið flott, en þetta þannig staður að þetta á bara að vera kremaleg krem. Já. Er þetta ekki sammála? Jó. Ég held það. Sammála því, herðu, já, svo við tökum hérna fyrir fjárlagafrumvarpið. Það var kynnt í vikunni, Bjarni þarna stóð upp í pontu og sumi vildu meina að hann væri að fara með endurtekningar, eins og alltaf, það er alltaf, þið út bara að endurtekka sama, eitthvað bla bla bla. En ég svona fór að kynna mér þetta örlítið, það er gert ráð fyrir 46 miljard króna halla á afkomu, það er að segja 46 miljard króna tapi. Og það eru vissulega góðir punktar þarna og líka hræðilegir punktar. Og svo við tökum hérna, þá verður aukin áhersla lögð auðvitað á aðhald í ríkisútgjöldum sem að við fögnum, en þetta er náttúrulega búið að vera að segja í háherrans tíð. Þar af sko gert ráð fyrir að launakostnaður stofnana lækki 5 milljarði króna og það þýðir sem þetta á að fækka 200-300 starfsskildi hjá ríkinu en ekki framlínu vissulega, þannig að svo hér er verið að ráðast á millistjórnendur hins opinbera sem held ég bara fínt, skilur við, við höfum ekkert á móti ykkur en þú veist, þessar stöður eru nú margar hverjar. Maður alltaf að horfa björtum augum á dyr lokast, nýjar dyr opnast. Sko, kæri millistjórnandi, líta á þetta sem tækifæri. Já, ég held það. Bara skilaboð frá pingjunni. En sömulegis verður ríkisstarfsfólki gert að ferðast minna. Já. Samtals, sko, bara haltu í hestana þína hérna, sko. Samtalsferðakostnaður í fyrra voru 3,66 miljardar. Það eru 3.660 milljónir króna. Það eru 10 milljónir á dag. Já, í ferðakostnað á vegum ríkisins. Veistu hvað eru margir, hvað þetta deilist á marga? 10 milljónir á dag. Já. Nei, ég veit ekki hvað þetta deilist á marga, en skammist ykkar. Þú veist alveg okkur æsir að lækka. Það er þetta þessu. Já, þú veist það, líklega. Þetta er sturlun, sko. Ég bara, þegar þú setur þetta niður á dag, sko. Já. Þetta er fyrirsögn, sko. Þetta er fyrirsögn á þáttinn. Ríkisstarfsmenn ferðast fyrir 10 milljónir á dag. Já, eitthvað þannig. En enda líka var tekið saman yfir einhver ákveðna þingmenn sem voru bara með meiri kostnað heldur maður sjálfur á 10 árum. Já, einmitt. Skottast héðan og þaðan út í heim. Sérstaklega líka eftir COVID þá er ótrúlegt hvað þetta er há tala því að 90% af því sem maður heyrir er bara að þú getur hitt einhvern á fjarfundi, sko. Já, það er bara örugglega einmitt í 90% tilfella, eitthvað þannig. En allavegna að því sögðu vil ég minna á áskriftina hjá okkur inn á partus.is/pingjan. Já, bara koma því að hérna. Ég var einmitt að fara, ég ætla að gefa þér annað og þar fáum við djús hvern þriðjudag. Þú stóðstu vel að hann. En hvernig hún stóðst í þessum þætt okkar Hval HF sem kemur á þriðjudag, standing ovation. Þetta er rosalegu þáttur. Já, þetta er svakalegur. Og við fengum nú reyndar ekki mikla hjálp úr Dýbend og Pingjan, en fólk var on board með hvað við erum að fara að gera. Já, ekki spurning. Rannsóknar spurningar. Partus.is/pingjan. Herðu, og eins og við rættum þá, við erum ekki búin að útfæra neina fyrirtækjaáskrift, en ef það er einhver fyrirtæki sem hafa áhuga að kaupa fyrir markastarfsmenn einu, sendið á okkur og við munum reyna að útfæra það í sammenningu. Við munum útfæra það. Ef það er einhver hérna banki sem langar að kaupa bölk handa bókaldsdeildinni eða whatever. Ekki spurning. Já. En herðu, sko, já, ég var að nefna svona dálítið kannski ljósupunktana hérna, vissulega aðhald í ríkisfjármálum, minni ferðakostnaður, við fögnum þessu auðvitað, við erum búin að vera að kalla eftir þessu í 1,5 ár. Og eins og ég segi, þetta eru fínu fréttinnar en þær eru slæmar hérna. Og sko,
nú að fara að þrengja fyrirtækjum enn eina ferðina. Já. Og hækkun á skatti 1% stig á tekjuskatti fyrirtækja sem náttúrulega, þú veist, þetta kannski, þú veist, bara 1% stig en þetta auðvitað bara... Þetta 5% aukning, eða ekki? Já, þetta bara reiðarslag, skilur. Þetta 5% aukning. Já. Sömuleiðis verið að hækka áfengisgjald 3,5% og áætlaðar tekjur ríkissjóðs af áfengissölu verða 26,6 milljarðar. Reyndar eitt rétt til að hafa rétt. Hvort eru að fara á 22 í 23 eða 20 í 21? Hvað segirðu? Það skiptir ekki máli. Það 5% og 4,5%, þannig að námyndun. Ég að segja að það 20%. Já, og erum að fara upp í 21. Já, og erum að fara upp í 20. Já, þannig að hérna... Takk fyrir það, Bjarni og aðri sjallar. Já, takk kærlega fyrir, en mér skilst að, ég horfði á kynninguna hjá Bjarni að þetta væri aðgerð til 1 árs, en við vitum nú alveg hvernig það fer, hvernig var kótið aftur. Hvað að gerast hérna fyrir það? Eitthvað með að það væri ekkert jafn svona permanent eins og skattahækkanir? Nei, eins og hérna svona skammtíma ákvarðanir ríkisstjórnar. Já, svo þeim alltaf framlengt og framlengt og framlengt, sko. Þannig að ég get alveg lofað eitthvað því að þetta verður ekki fært niður í 20% árliðinu aftur. En já, eins og ég segi, það verður að hækka áfengisgjald og veist, nú eru rekstraraðilar í veitingagerðinu brjálaðir yfir þessu og þú veist, það verið að gera þeirra rekstur auðvitað ennþá meira íþyngjandi alltaf, það ótrúlegt og ég nú farið yfir hvurslags bara skorðum þeim sett. Svo bitnar þetta alltaf bara á neytendum. Á neytendum, skilur á endanum, það bara þannig. Þannig að við megum eiga vona á því kannski að 0,4 lítrar bjór núna sé 1790, það verður bara normið. Já, sem ruglað. Herðu, svo eru fleiri slæmir punktar hérna, Trúmál að fá rúma 9 milljarða í sinn hlut úr ríkissjóð. Við tókum nú randið, eða ég tók nú randið yfir þetta í einum þætti fyrir svona nokkrum mánuði síðan. Fór yfir, krufði þetta og ég mun krifja hérna fjárlagafrumvarpið sko nánar í framtíðinni í næstu þáttum einhvern tímann hvað að fara hvert. Ég hafði ekki tíma nýða fyrir þennan þátt, bara svona stiklað hans á stóru. Akkurat. En svo svona að lokum þá náttúrulega verið að draga úr ívilnunum til rafbílakaupa og þá auðvitað kjörið tækifæri að minna á Öskju. Í nafni orkuskipta, þá hefur við ákveðið að leggja þetta niður. Já, og þar getur þú sparaðir hjá Öskju sko alltaf 13.000 krónur með því að kaupa rafbíl fyrir áramót. Og það náttúrulega, þú veist, þú heyrðir það ekkert upp á götunni sko. Nei, og þetta líka bara orðið permanent. Þetta bara staðan. Já, það bara, þú veist, nú eru bara rafbílar farnir að bara ígilda bensínbíl. Já, og það var búin að vera afsláttur af virðisaukaskatti, eða ekki, og núna verið að afnema þetta, sem þýðir það að, út af því að margir að spyrja sig, hvaðan kemur þessi 1350 tala? Það basically það sem að fara að leggja stofan á bíla yfir held í 5,5, frekar en 5 milljónum. Ekki spurning, viljum minna fólk líka út á landi að Askja að koma, hún að koma á Egilsstaði núna í dag, föstudag. Herri, já, rútan maður. Já, svo verður á Rauðafirði á morgun laugardag. Já. Þannig að það til mikils að vinna. Þar getur farið og prófað. Já, ekki spurning. En herðu en sko við verðum nú að taka fram, við erum búin að vera á smartbíl hérna síðan 2 daga. Já. Sammi Smart, aðal sölumæðurinn þetta Samuel, kallaði Sammi Smart. Hann var helviti sniðuð við mig. Þetta geðveiki bílar, við fengum að prófa Brabusinn líka sko. Já, Brabusinn rosalur. Það sá sem var í Exit. Við þurfum að taka betri sögurskýringar á setna. Þú ert búin að vera á bílu núna, ég fæ hann í mína umsjá núna. Ég er búin að vera á Smartinum og ég ákvað sko, ég vissi að þú væri svona nýkomin í samband og annað og það þessi rúntur hérna út á Nesi og einhverjum vita og eitthvað. Ég vildi komast inn í bílinn áður en að slíkt gerist. Þannig að ég er búin að vera með hann. En Sammi sem hringdi í mig og sagði, viltu vera elskar af alvöru? Ég segi, já nú börn og frú og eitthvað svona. Alveg tala um það sem alvöru ást. Hann sagði, viltu alvöru ást? Ég segi, já, hvað áttu við? Keyrðu á Smartinum í ljósaskiptunum. Þetta er úr veiðinni, hann talaði um ljósaskiptin og gott að við að lagsa á svona. Taktu hennar Smart, farðu Flatirnar í Garðabæ, Hauganesi, Arnarnesi, hvað þetta allt heitir, svona ríkukverinn og segðu mig hvað þið finnst. Og ég fór með guttan, það hefur aldrei verið hort alveg eins á mig. Þú ert að keyra þarna framhjá. Þetta fannst þú ást. Já, þú finnur það, þetta er ótrúlegt. Og því ég hef aldrei verið á eitthvað flottum bíl, svo keyrir maður á Smartinum, það er þarna miðaldra bubbar úr Garðabæ, að labba með frúna, kannski búin að engja upp, ég veit það ekki, Garðabæ Dream, eða hvað þið kallið það. Það horfa allir á eftir þér á þessum bíl. Hann er geggjaður. Ég hef aldrei upplegað að vera í bíl
það sem að fólk horfir á mann. Þetta þannig bíl og þetta náttúrulega frábært líka bara fyrir fyrirtækin sko. Við vorum líka, þetta mosa grænn Nei. Hvað litur bara grænn? Sægrænn eða eitthvað. Sægrænn, hringi saman smart. Við kveitum líka bara fyrir fyrirtæki að kaupa inn í flotan. Já. Rafbíla, smart. Já, ég fór að hugsa það maður væri með fyrirtæki, þetta það sem þú vilt inn í flotan og starfsmenn finnast þér allt í einu að elska þér. Við erum á flottum bíl, keyrum Garðabæ, 1 lokaráð til að loka þessu. Þegar þið farið að prófa bíla, reyni að koma í ljósaskiptunum og segjum sama, er í lagi að ég fá að kíkja á hann klukkan svona 5, taka ég tring á flötunum, þið sjáu alla þessa bubba út að gera garðinum og þetta, það snúast allir hausar til að fylgjast með ykkur. Snúast allir hausar á smartinum. Takk fyrir ég líka einhver með þetta. En hérna, já, eins og ég segi, og þessi skattaívilnun náttúrulega líka bara hryllingur fyrir neytendur. Já. Og en hún mjög góð fyrir orkuskiptin. Þetta alveg í takt við það. Það eru margir svartir punktar í þessu fjárlagafrumvarpi einnig. En eins og ég segi, ég mun fara yfir þetta á næstu vikum svona, hvað að fara eins og einmitt í trúmálinn skilur 9 milljarðar, hvernig skiptist það, ásatrúafélagið, þeir eru orðið stórir. Já. Þannig að þú veist, þetta allavega, ég mun finna einhverja punkta. Herðu. Hvað varstu ekkert með útblásturinn, hann aukast held ég? Það? Já, ég held ég að segja útblástur var aukast. Já, meina það, já. Ég með bara ég með frétt, bara Íslendingar umhverfis terroristar, skilur. Já. Það er 11,7% aukning á fyrri helming þessa árs með að við sama tímabili í fyrra. Já. Og maður velti því fyrir sér bara, er þetta hið ómögulega verk? Það var ekkert mál til dæmis þegar við vorum að laga ósonlagið að trappa niður F-gausin. Já, það er rétt. Þar lögðust bara jarðarbúar á 1 og nokkrum 20 ára var bara ósonlagið búið að gróa. En við erum bara, við reiðum allt og mikið á þessa orkugjafa sko. Já. Sem að að menga og þú veist og ég bara hef litla sem enga trú á Íslandi í þessu. Ég hef enga trú á okkur. Bara enga. Svo dundru við skemmtiferðarskipum. Já. Þetta er næstu 12% aukning. Þetta er sturlu aukning sko. Ég hef aldrei reykt að einhverju staðaldri en ég fór út að hlaupa stundum á djaminu. Nei, ég var það nú reyndar ekki okay, sko. En maður fór á út að hlaupa ónefndu fyrir því í sumar, það sem var skemmtiferðarskip. Þetta var bara eins og að anda að sér hreinni tjöru þegar var lausagangurinn. Svo svona best með lobbyastæna að þeir byrtu myndir hvernig þú átt að greina reykinn og þetta var svona eins og ef einhver sem var á móti að hundar og vera kúk úti myndi byrta munnin á hundaskít. Þetta var allt sami reykurinn sko, ógeðslegt. En þetta er allavega það sem við viljum. Já, þetta eru nýjar tölur frá Hagstofu og þetta er náttúrulega sorglegt auðvitað. En það er augljóst hvað þarf að ráðast á skilur þú veist, það er ekki það hefur verið að láta okkur flokka alls konar drasl eitthvað og þú veist og svo því bara fargað í eitt sko. Veist, það á ekki að ráðast á einstaklingin hér, það á að ráðast á stóriður og fyrirtæki til að ná einhverjum árangri í þessu og það er bara mín skoðun og þarf á engan hátt að endurspegla þitt mat, kæri hlustandi. En allavega það eru nú fleiri fréttir þetta. Þú varst með einhverja umfjöllun eða ekki? Heyrðu, ég ætlaði bara að vera með, ég er stutt orður í dag. Já. Og ég byrjaði að tala þetta síðast uppáhalds út svona myndakall. Ég vissi það. Myndakall. Út svona myndakall. Nú getur verið að fara á einhvern hálan í sko. Nei, við tókum þetta síðast. Við erum ekki að tala bláa myndirna. Jésús Kristur. Já, ok. En sko, svona í gangtíðina Já, ekki sónarmyndir þá. Nei, já, sónarmyndir Já, þú veist, þú ert myndakall. Ég veit að það er ýmis konar myndir sem þú fíla. Ég verið að fá sendar sónarmyndir frá fólki. Já, ekki hætta því Við vitum þetta endar í safnunni En sko, við höfum aðeins rætt tekjuháar myndir í gangtíðina, líka arðbærar. Smanst eftir þessu, við tókum Disney, Marvel. Ég var með einhverjum fjöllunum þetta. Hvað ég var að eyða milljörðum, hvað kom tilbaka, gross income, box office, sögulegt, blablabla. Í dag, það er einn myndaflokkur sem ber sig af í gamla góða return on investment. Það er að segja, í rauninni bara arðsemi myndarinnar sjálfar. Og það er einn gæi sem trónir á toppnum með þetta, sem að áeila bara mótila á baku þetta. Og það er Jason Blum hjá Blumhouse Productions. Hann er búinn að gera að sínu listformi að framleiða low budget hryllingsmyndir. Ok. Og ég ætla bara að spyrja þig, kannast þú við Get Out? Nei.
Veistu ekki hvað Get Out Nei, ég hef bara ekki mikið verið að horfa á hryllingsmynd. Get Out geggjuð, ég held að það með þessu unni Óskarinn fyrir besta þarna þessi ítalska mynd inn í þessu? Nei, það fyrir löngu, Saló. Nei, ég veit Saló. Það ekki svona low budget hrollvekja? Nei, það eiginlega bara eitthvað sadíst. Það bara svona í seinni tíð. Það ekki eins og, þú veist, það engin bregðuatrið því. Það bara hún minnir eiginlega mest svona á Saw. Þetta bara ógeðslegt, óþægilegt. Hann með Paranormal Activity. Já, ég man þetta. Já, þær voru nokkuð low budget, held ég, ef ég á að giska, sko. Já, sko, ég held að ég hef séð að fyrsta myndin kostaði kringum $20,000 og hann keypti réttin af henni. Svo ég ekki með, ég skal leyfa að reikna, ég með að sú mynd hafi verið með 4.405% í return on investment. Og það sem hann gerir, hann reynda að kaupi réttina þeirri mynd, hann framleiðir hann ekki sjálfur, en það það sem að opnar augu hans fyrir þessu módeli. Og bara til að útskýra þetta módel aðeins, það sem að Get Out sló í gegn, Paranormal Activity var það alveg bara mjög vinsæl á heimsvísu, sko. Já, risa, sko. Og þetta var eiginlega bara one hit, eða þú veist, bara fyrsta hittið hans þegar hann að byrja sjálfstæður. En hann kemur ekki að framleiðslunni, hann kaupir einhvern veginn réttin og hann að gera hana það sem hún er. En svo í seinni tíð, eins og með Get Out, þá fór að leka út bara, heyrðu, hvað strategið hann á baku þetta hjá þér? Hann vann áður lengi á Universal, þannig að hann hefur framleitt myndir sem hafa bara verið fyrir marga $100 milljónir. Já, bara eins og við erum að heyra einn af Íslandi af þáttunum, True Detective, sem bara einhver vitleysa, hvað voru stegið í. En sko, með Get Out, hann reynir að gera myndirnar alltaf bara á einu locationi því að það svo dýrt að vera að flytja á milli. Svo hvað kostar að koma með búnaðin til Íslands? Já, sko, nú ég sjálfur í tökum og ég get sagt þér aðeins bara svona frá þessu módeli og ég hafði í rauninni ekkert spáðið því. En þú veist, það að vera alltaf á sama stað rosalega hagræðing auðvitað bara í, þú veist, þetta fyrst og fremst manntímar. Þú veist, það einn á hljóði, það eru 2 á kameru, þú veist, það einn að leikstýra og þú veist, þetta eru náttúrulega, þú veist, maður hélt að búnaðurinn einhvern veginn væri dýrastur eða eitthvað svona umstangið. Þetta eru náttúrulega auðvitað manntímandir. Skilur, hver og einni með, ég veit ekki, 25-30 tíman eða hvernig sem það og það eru 6-7 á setti. Þú veist, þá var þetta bara 200 og eitthvað klukkutímin. Og svo kostar að leigja vélarnar yfir daginn og svo kostar að flytja þetta á annan stað. Og það sé að segja líka, og svo þetta líka tímahæraðing auðvitað að vera alltaf einmitt á sama stað, skilju. Þá kemur meira inn á einn tökudag og þannig að, Gott insight frá Movie Buff, Addi. Sko, hann gerir út af það að hafa 1 eða mjög fá location. Númer 2, hann reynir að halda aðaleikurum í algjöru lágmarki og dæmi af eins og Paranormal Activity eiginlega bara 2 manneskjur og svona 1 auka sem að minni mig húshjálpin eða eitthvað. En númer 2, fyrir utan að vera með fáa aðaleikara að þá vera með aukaleikara og þeir segja yfirleitt ekkert því að þú þarft að borga meira á tíman eða tala versus að þau eru bara svona still. Já. Og þetta gerði það verkum eins og með Get Out, þú þarft að horfa á hana, það verður skemmtilega að ræða þetta þannig, spurningur út og max kostnaður í honum í kringum $5 million. Svo ég ætla að taka hérna nokkra myndir sem hann hefur framleitt. Er það bara einhver regla hjá honum? Það er bara maxið sem mjög lítið fyrir kvikmyndir erlendis allavega sem koma úr Hollywood og það. Hann gerir Conjuring, hún kannski ekki séð hana, 1200% ávöxtun af henni. The Purge. Nei, herðu, ég með sögu á Conjuring. Hvenær kom hún fyrst aftur? Conjuring. Nei, herðu, ég ruglaði við Human Centipede. Okay, nei, ég var búinn að kaupa miða. Conjuring 2013. Já, ég var búinn að kaupa miða á Human Centipede. Hún kom eitthvað svona 4 árum áður. Mér var meinað inngöngu. Ég var beðin skilríki. Þannig að, jú, þetta hárrétt hjá þér, hún kom akkurat 4 árum áður. Já, ég hef verið svona 16 og var bönnuðinn á 18 á þessum tíma. Og ég var beðin skilríki. Lýst aðeins fyrir okkur hvað átt sér staðið þeirri mynd? Nei, ég fór ekki á hana. Mér var vísað út. Ég basically, þú veist, ég var búinn að kaupa miðan og allt, það var ekkert spurður í móttökunni en svo var einhver að tjekka skilríki inn í salin. Bitch please. Komst ekki inn. Þú myndir nú valsa þann inn í dag. Herri, Conjuring 1200% ávöxtun, The Purge 1200% ávöxtun, Insidious 1900%. Getur þú framreiknað þetta? Já, ég meina 1900, þú veist, mínus og 100%, þú veist, þannig að þetta 18x. Þú getur gert bara framleiðslukostnaður sinnum 18x. Já, og þetta bara hans módel og svo hann með stærri í dreifingu. Universal segir á yfirleitt dreifingu en hann svona main framleiðandi og hans hugmyndafræði þarna bakvið. Þannig að
svo hefur hann framleitt svona, hvað heitir þetta, sequels eftir þessu, en svo sem ekkert meira það að segja, maður bara skúpaðis á þig og einmitt að fá þess að áhugavert sko insýn þína, það sem út orðið movie buff eða þá TV buff en þetta er einmitt áhugavert að velta þessu fyrir sem maður svona, ég hugsa bara hvað, maður sér eitthvað svona framleiðslu kostnað á einhverju, maður hugsa bara, þetta getur ekkert verið svona dýrt, skilur við, hvað meinið þið og svona, er þetta ekki bara kamera og ít á rekk og eitthvað svona þegar þú fer að kafa onni sko bara krúið í kringum þetta er bara tikkandi tímasprengja sko. Hvað er eins og margir í kringu þig cirka þegar þú ert? Það hafi verið, ég myndi segja ert í fötum í tökum? Með mér þá hafi verið 7 á launum, skilur Shit. Þú veist, í kringum þetta eða þú veist, þetta er svona 5 töku, þú veist, í tökukrúinu og svo eru svona, þú veist, 2 en þú veist, það er náttúrulega allur gangur á, ég þekki ekki auðvitað launin. Hver heldur á mæknum svona? Já, það er hann bera ofan líka? Einnig því, neða, er hann bera ofan? Er ekki alltaf einhver bera ofan? Nei, það er þetta ekki. En hérna... Svo fluffer, eru þið með fluffer? En þú veist, þetta er bara, ég veit ekki, gefið það þessi 25.000 á tíman eða hvernig sem það er, sko, þú veist, þá er þetta helviti fljótt teka. Já, magna. Þannig að, hérna, og þegar þú ert komin samt á svona level í Bandaríkjunum, þá, þú veist, þá er náttúrulega sami fyrirfram kannski laun við leikara og eitthvað svona jæri. Það er svona taxti á leikurum á Íslandi almennt, eins og ég og Aron Móla fórum yfir hérna. Við fengur reyndar enga tölu, en þú veist, það er bara borgað með við 8 tíma tökudag eða svo sko. Já, þannig að eins og ef ég væri aukaleikari, ég væri á sama taxtakort sem ég myndi tala eða ekki tala. Þú veist, svo er samið einhvern veginn sko. En það bara að fá mannesku á sett, þú veist, kostar eitthvað x skilur. Og saman hvort þú einmitt sért aukaleikari aðleikari, en þú náttúrulega taxtin hækkar alltaf því mikilvægara sem þú ert sko, en ég held að það þurfi sem aukaleikar alveg að borga þér slatta summu sko. Já, akkurat. Það er bara svona óvenju mikið. Þetta er ekkert bara eitthvað svona, já, þú fær 10 skall fyrir að koma inn í dag. Þetta er actually bara, þú ert á tímakaupi í 8 tíma. Já, hugsa sér. Þannig að hérna, já, þetta er áhugavert. Þar við það. Takk fyrir þetta. Þetta var í boði Hafsins eða hvað? Nei, þú ert með móla á eftir þau. Þetta var í boði Rekus. Þau þekkja það. Þú vilt bara eitt location. Það er engin hryllingur þar. Nei, öfugt við að búa til hryllingsmynd, þá viltu fleiri en eitt location. Þú vilt hafa frelsi til að hlaupa á milli og það eru Rekus sterkur. Algjörlega. Ekki spurning. Þetta er náttúrulega bara svona skrifstofa á landamæra sko. Þetta er kaffi og þrif og allt innifalið og við hvetjum ykkur til að kynna ykkur málin nánar inn á rekus.is strax núna, gott fyrir fyrirtæki líka, hybrid vinnustæður. Þetta gæti verið hellingshagræðing að skoða þann möguleika. Þannig að takið því alvarlega. Þökkum Rekus fyrir samstarfi. Herðu, það er nú, ég er með smá umfjöllun hérna sem að sko, ég veit ekki hvort þú hefði tekið eftir því, en nú er iPhone 15. Það var kynning á honum á þriðjudaginn. Já, og sko það var verið að banna iPhone 12 held ég í Frakklandi. Já, í Frakklandi. Það var mikil geislun. Já. En það er nú eitthvað helbriðis eftirlit þarna er að reyna að róa þig niður og þetta sé bara eitthvað kjaftaði sko. Ok. En allavega, sko, iPhone 15 kynntur á þriðjudaginn og ég horfði nú á einhvern bút úr þessari kynningu og maður bara skilur ekki hvernig símar eiga að verða mikið fullkomnari. Nei, akkurat. Þetta hlýtur að vera bara tæmandi listi af fítursum sem hægt er að tróða í þennan djöf síma og ég bara trúi ekki öðru en að þessi listi sé að tæmast. Og þú veist, nú er held ég bara spurningum hvenær bara einhver ný tækni tekur við, sko. Þú veist, ég sé ekki að sé hægt að tróða meira í þetta. Svo fór ég sjálfsög að spá í verðinu. Tók eftir í kynningunni að iPhone 15 Pro kostar $999. Ég fór að hugsa, er þetta ekki alltaf sama verðið á þessu? Þú veist, þessi 999, þetta var mjög kunnuleg tala. Þú veist, $999, þetta er 135.000 kall á gengi dagsins í dag. Og, þú veist, eins og sé, það alltaf hafa verið sama verðið hjá þeim. Sem er náttúrulega skrítið því að verðlag fer hækkandi með tímanum. Það er bara verðbólga hér og þar. Þannig að ég kannaði þetta og ég sé að þeir hafa verið með þessa Pro-línu frá 2017. Fyrsti síminn í línunni hét reyndar iPhone X, mást ekki eftir honum? Jú. iPhone X, og hann kemur út árið 2017, svo hét hann iPhone XS árið 2018 og svo 2019 þá brautaði nafninu á línunni í iPhone Pro
og þannig hefur það haldið síðan og þessi grunnsend mín, hún reyndist á rökkurreist því að síminn hefur kostað það sama eða $999 frá árinu 2017 Aha. og mér finnst það áhugavert en þú veist, og ég hef ekkert frekari skýringar á því í rauninni sko, ég bara, mér fannst áhugavert að benda á það. Framleiðslukostnaðurinn hefur haldist þú veist, jú, sennilega að hann sé þá, já vel bara lækka eða eitthvað svoleiðis, en ég fór að skoða svona álagningun á þetta og samkvæmt upplýsingum af mjög mörgum síðum þá kostar sér $464 að búa til eitt stykki af iPhone sko 14 Pro Max og hann var svo seldur á $1.099 upphæðlega. Já. Þannig að þetta er iPhone 14 sko, ekki 15. Þetta er upplýsingarnar sem ég hafði fyrir iPhone 14 og það er sem sagt 137% álagning á símtæki. Já. Og hvað finnst okkur það? Er verið að svelta neytandann? Ég skal ekki segja. Æ, ég veit ekki, mér finnst það bara áhört. Þú veist, ég hef ekkert, ég er ekki bara eðlileg álagning. Hvað er hagstæðast að kaupa sér síma? Hvað segirðu? Hvað er hagstæðast að kaupa sér síma? Hvar? Þá bara í hvaða landi? Já, bara, já. Já, þú veist, ég veit ekki, það eru Bandaríkin sem eru náttúrulega að búa þetta til. Já. Já, þú veist, sett í framleiðslu við þekkjum ferlið og hérna, þú veist, væri það þá ekki bara í Bandaríkjunum með það? Jó, ég myndi að það. Samt er þetta, þetta er örugglega framselt, þú veist, selja þetta í heildsölu einhvert, ég veit ekki, til Asíu eða eitthvað og ég ætla nú ekki að fara að saka neitt okkur, en ég get sagt þau leggja minna á heldunum. Að kaupa ýmsa tækniver í Bandaríkjunum er töluvert ódýrara heldur en hér á landi. Já, algjörlega. Svo þarf að auðvitað borga toll og vask og við þurfum að passa på það, en ég segi þarna selja til Asíu og þetta er áhugavert í framhaldi að því að Kínverjar eru búin að banna ríkisstarfsmönnum að nota iPhone. Þetta er bara iPhone bann og sko hlutabréf Apple fjallum 6% við þessar fréttir, næstum 200 miljardir bandaríkjadollara á 2 dögum og ástæðan er þessi að búa að banna sko í rauninni opinberum starfsmönnum og svo líka einhver, þú veist, fyrirtækjum sem eru í opinberi eigu, skilur, en eru samt, þú veist, sem eru helviti mörg fyrirtæki. Þá er þetta svolítið vítt. Já, og þetta er svo fárlegt, það sem er í gangi er bara viðskipta stríð og þú veist, maður velti fyrir sig, er þetta börn við líð í þessum ríkjum? Þetta er svo mikið teipakefni og svo mikið paranoia í gangi. Var ekki alltaf verið að banna Huawei? Jú, þú veist sömulegis, Bandaríkjamenn eru mjög, þetta er barnalegt bara, skilur, það er ekki hægt að eiga eðlileg viðskipti á milli landa á þess að haldið að sé verið að njósnum þau eða eitthvað svona kjaftaði, sko. Það er minn, ef það er eitt sem ég veit að þú skilur ekki, þá er það þjóðaröryggi. Já, ég veit. En þess að bannið nær yfir sko til starfsmanna fyrirtækja í ríkiseigu og ríkisfjármagnaðra stofnana. Þú veist, eins og ég segi, þetta er helviti stór hluti. Já, það er bara eins og sé að vera að banna Apple í Kína. Og þess Kína er 3. stærsti markaður Apple og er 18% af heildartekjum fyrirtækisins samkvæmt uppgjör í fyrra. Þannig að þetta eru þetta... Hvað segir buffet? Já, þetta er reiðarslag fyrir Apple. En smá svona skemmtilegu móli. Og það ég tók fyrir sko að Apple er með 22% af svona global snjallsímamarkaði og Samsung 19%. Og maður velti því fyrir sér sko Apple er samt svo langt verðmætara fyrirtæki markaðsvirðið skoða 2,7 milljarðir bandaríkjadollara, þú veist, sem eru 2700 ekki 2,7 biljón bandaríkjadollara, þess að trilljón á ensku. Þú veist, þetta eru 2500 miljardar bandaríkjadollara. Samsung er ekki einma litlir 355 miljardar bandaríkjadollara. Samsung er langstærsta fyrirtækið í Suður Kóreu og það bilast stórt að fyrirtækið sjálft og dótturfyrirtækið þess standa fyrir 20,3% af vergri landsframleiðslu landsins árið 2021. Magna. Samsung eitt og sér sko, algjör bilun sko. Og mér finnst það áhugavert munurinn á markaðsvirði sko, því að Samsung er í rauninu með miklu meira, þú veist, sjónvarp og allt þetta sitt. Apple er vissulega með fartölfur, skilur, en svo er síminn, úrin, þú veist, en ég veit ekki,
Mér finnst að bilaði munur á markaðsvirði sko, því að Samsung eins og í sjónvörpum og fleiru, skilur bara alls ráðandi sko. Ertu að segja mér að þú sé á tækifæri? Fjárfestingar Já, tækifæri? mögulega, ég veit ekki. Þetta Samsung eitthvað lítið verðlagt í samanburði, en ég hef ekki káðunni töldar, ég vil taka það fram. Ég er spenntur. En já, þetta áhugavert með Apple, síman. iPhone, hann haldist í verði frá 2017. Alveg fram hjá mér. Ef þið eru búið í Bandaríkjunum, þá eru þið líklegast að gera talsvert betri kaup núna heldur en 2017. Já, rétt. En já, minni umfjöllun lokið, hún var í boði vettfangs sem fyrr tækni undrið og hvað kallaði ég þetta? Hugbúnaðar hof? Já. Nei, ég sagði eitthvað annað, musteri. Musteri. Hugbúnaðar hofið vettfangur. Já. Það einhver vandamál og flóki fyrir þig, þá vettvangurinn. Ég alveg viss að ég var að segja ekki hringja og spyrja hvort þið geti skipt geisladrif eða eitthvað hjá okkur. Nei, ég sé alltaf að prófa. Elmar tegur auðvitað bara síman og hjálpar ykkur sko. Ekki spurning. Þetta það góð þjónustaðna. Kynnið ykkur starfsemi vettvangs inn á vettvangur.is og það nánast öruggt að þú átt erindi þangað ef að þú ert í fyrirtækjarekstri og ert á leiðinni einhvers konar innleiðingu á hugbúnaði eða öðru slíku. Já, bara stórhuga. Já, stórhuga. Að byrja þarna. Þeir hjálpaði að móta hugmyndina. Ekki spurning, þökkum vettvangi kærlega fyrir samstarfi. En Yngvi, þú varst með ég reyndar með eina hérna. Ég er með eina frétt Sam Bankman-Fried vinnur okkar. Já, Scam, Bankfraud. Fucked eða fried eða hvað. Hann skal ég þér segja við erum alltaf fjallað hann bara frá fyrsta degi, hann var fréttaefni í fyrsta þætti, þá var hann að kaupa bílinn hann Corollu og var með alla vini sína á einhverju. Já, það kom síðan held ég síðar í ljós að þetta bara með fínni bílum á eyjunni, það hefur ekki verið innflutningur eða eitthvað á flottum bílum. Já, var það málið. Já, en bara mér varst áhugavert að sjá, þetta var náttúrulega gjaldþrot á rafmyntakaupöllinu hans FTX. Og nú hefur verið birtar eignir úr þrotabúinu sem eru að andvirði 7 milljarðar bandaríkjadollara sem nú talsvert undir held ég upphæðinni sem að gjaldþrotið var sko. Þetta eru 940 milljarðar íslenskar króna og meðal eigna eru svo kallaðar A-rafmyntir að andvirði 3,4 milljarðar dala. Svo eru við með Er þá búið að taka út hvað hann átti í sjálfum sér og tengdum félögum eða? Hvað segirðu? Þú veist, skemmir hluta því var að þetta var allt bara þetta er bara sjálfþróta búið í rafmyndinni sko. Okay. En svo er 1,1 milljarður dala rafmyndinni Solana og Bitcoin að andvirði 1,1 milljarður af Bitcoin og Solana og svo eru 38 fasteignir á Bahamaeyjum að andvirði 199 milljónir dala. Hann var stórhugað þarna á Bahama og svo er 2,6 milljarður í handbæru fé sem yfirvöld gerðu upptakt þegar hann var handtekinn og sko, þú veit, það er ekki ólíklegt að maðurinn eigi yfir höfðu sér ansi langa fangelsisvist. Já. En hann virðist hafa gert eitthvað gott hérna. Ég held að sé samt bara nýbúið að stinga honum í steinin sko. Hann fekk að vera heima hjá sér í stofufangelsi. Já, en svo var hann að hóta fyrirvændi kærustun sinni og öðrum vitnum. Þannig hann er núna komin inn meðan hann býður dóm sko. Já, einmitt. En sko, hann virðist hafa látið gott að sér leiða hérna. Þau voru að fjárfesta í sprotafyrirtækjum og fyrir 4,5 milljarðar dala og nú kemur fram að stærsti áhugi kröfuhafa er á hlut FTX í bandaríska gervigreindafyrirtækinu Anthropic og það er einn verðmætasta eign FTX. Já, okay. Og hér er aldrei að vita nema hér séum gervigreindarfyrirtæki ræða sem að muni. Þannig hann var bara farsæll englafjárfestur sem var miskilinn. Já, við veist vera. Ég meina, það er spurning hvort að hann gæti bara borgað þetta allt tilbaka ef að þetta fer á flug. Þetta, ég veit ekki. Ég held að hann verði enga síður dæmdu fyrir þá glæpi sem hann framdi. Mér finnst bara reglulega gaman að uppfæra hlustendur svona hans málefni núna því að hann á hluta í mínu hjarta. Já, hann gerir það. Já, svona eftir, hann var náttúrulega fyrsta fréttin sem við fórum yfir í föstudagskaffinu. Það er reyndar rétt. Ef við þá taka síðustu frétt þess að þáttar í boði Hafsins. Já, þú ert með einhverja umfjöllun. Já, ég ætla að taka svona smá loðnufréttastæl út af því að hafi er að koma samstarf með okkur. Já. Þá finnst mér réttast að við upplýsum aðeins sko landsmenn og hafsmenn hvað er að gerast í þessum kvótamálum. Já. Og það er reyndar eitt sem þarf að koma fram. Þú mátt henda location. Ég þekki bara hafið Hlíðarsmára.
Það tróðið út fyrir dyrum hérna alla daga. Vinir okkar í hafinu í sömu byggingu og Seðlabanki Kópavórs. Við erum bara hérna á efri hæðinni. Þetta eru bestu sölumenn landsins, því að við komum inn á það í fiskikóngstættinum. En það byggir alltaf á reynsluna þegar að tala við liðið hérna niðri. Þetta er stórbrotið samstarf og ég hef sjaldan verið jafn ánægður. Ég er sammála. Þetta er high-end þjónusta. En, sko, til að vera þeim aðeins innan handar, þá langar mig hérna út að því að byrja nýtt fiskveiðár. Ég finna að það er einn hlutur sem er hvað mest ræddastur af öllu og það er ísan. Og ég skal sko segja það var nefnilega út af því að ég er náttúrulega mikil ísumaður í karrí. Ég er það ekki. Geðveikur réttur. Ég fer alltaf bara í þorskjöðum. En ísan er mikið sótt, veit ég. Ég fór í þarna villisvepparsósuna, þarna tilbúna réttin. Þorskurinn, geðveikur. En sko, málið þetta, það var 23% hækkun á ísuraðgjöfin núna milli ára. Þannig að núna er verið að útluta einhverjum 60.000 tonnum. Fólk kveikir ofta ekki til að maður segir 60.000 tonn. Þú mátt umreikna það í kíló fyrir okkur. Bara stórkostlega há upphæð. Árið undan var þetta 48.000 tonn og sko, það voru svona smá bókaldsbrellur frá Hafró upp á það tók einhverja ráðgjöf færði milli ára. Þetta á 32.000 tonn þar á undan. Þannig að við erum að sjá fram á næstu í 2-földun í veitri ísu á 30 ára tímabili. Punkturinn er þessi 23% aukning, hún er aðeins farin að hafa áhrif. Því að svona mörg 1000 tonn 99% af þessu er flutt út, við skulum ekki gleyma því. En þetta er eiginlega að metta erlenda markaði. Er þetta ekki ómikið það? Er þetta ekki bara að lækka? Ég ætla ekki að segja það sé ómikið, þetta verður örugglega allt veitt, en það sem er að lækka er verða á fiskmörkuðum. Og það var nú svona það sem ég ætlaði að hendin hérna fyrir okkar menn, að meðalverð á ísu í dag, fyrstu 15 ársins, fiskvið ársins. Þetta er búið að hríðfalla hérna. 255 krónur. Á sama tíma í fyrra var meðalverið 388 krónur. Óslægð ísa, sem segir okkur það. Þetta er 34% lækkun. Og ég held að þetta fyrir rekstramenn í hafinu, þeir ætti að kaupa núna lítið en oft inn. Þeir eru að taka inn ísuna hérna og materiða fyrir okkur í borðið. Bara svona eins og þú í Bitcoin. Þetta er dollar cost averaging. Og ég held sko með væntinga manna á markaða þá er búist við að ísa fari enniðar. Og eitt stór sagði við mig að ef þú selur hann ekki ferska þá fyrir hann inn í frysti og það er að safnast frystigeymslur á ísu. Er þetta að sjórta þetta? Fá lánaðar ísur? Jú, gæti kannski leikið einhvern leik með það. Ég veit ekki. En allavega við þökkum hafinu kærlega fyrir samstarfið og við viljum minna ykkur á og bendur neytendum á að vera opnið fyrir verðlækkun á ísu. Og geggjaða rétti sem eru hjá þeim og eins og ég segi, minn persónulegi uppáhalds er líklega þorskur í villisvepparsósu. Þetta er, þú veist, þetta er engin eldamennska, þetta er bara réttin í opn og þetta er tilbúið sko. Ég er þarna alla mánudaga og það er hérna þorsknakkar í Southern Fried. Þetta er bara eins og þorskur í raspi. Ég á eftir að prófa það. Svo kaupir þú remulaði frá þeim. Svo ertu með kartöflur. Þetta er besta máltíð vikunar. En hafið, Hlíðasmári, er það ekki OG staðurinn? Jó, ég held að það er fyrir lengra komna. En ég held að við förum bara að loka þessu núna í dag. Ég held að það sé ekkit meira Jú, herðu, ég var búin að lofa hérna fótboltaumfjöllum frá því síðast þetta. Ég kannski frestinni eina viku núna. Og kannski alltaf að gefa sjátt, hafið líka í spönginni. Já, þú veist, við náttúrulega tölum auðvitað bara umhverju Seðlabankans. Það hluta samstærinu, þetta er bara í Kópavogi. Já, þau eru í spönginni líka sjálfsögðu. En hérna, ég held að við séum bara lokaðir í dag. Bara góða helgi, kæru hlustendur. Er ekki einhvern veginn þannig sem við lokum þessu? Þetta er bara farið hratt gleðina dyr. Hvað hefur skýrinn þátt? Aðhald til að skapa rými fyrir ný verkefni? Nei, þetta er bara, hvað það hljómar, óspennandi. Það er einhver fyrirsögn hérna frá Viðskiptablaðinu. Það er bara 10 milljónir, hérna, hversu við? Ríki greiðir 10 milljónir á dag í ferðakostnað. 10 milljónir á dag. Eitthvað svo leiðis. Herðu, kæru hlustandi, takk fyrir í dag. Við óskum þér góðrar helgar og gangtu hratt gleðina dyr. Við heyrumst næsta þriðjudag á partus.is/pingjan. Ekki spurning. Segjum það í dag. Blæðis.